Góðan dag. Í þessari kynningu ætla ég að fara yfir nokkur atriði sem gott er að hafa í huga þegar vefsíða er búin til. Í byrjun ætla ég að sýna ykkur tvær vefsíður. Sú fyrri er breiðablik.is og er hún frekar hefðbundin og tiltölulega auðvelt að átta sig á hvernig hún er uppsett. Hér efst í borðanum eru nöfn allra deilda sem eru starfandi innan félagsins og auðvelt er að fara inn á við þá deild sem maður vill fara á og fá upplýsingar um. Hérna vinstra megin eru svo almennar upplýsingar félagið sem snertir félagið í heild og hérna hægra megin einnig. Og svo eru almennar fréttir hér á miðjunni. Önnur síða sem ég ætla að fara inn á er síðan hjá Dr. Gunna. Hún er gott dæmi vefsíðu sem er mjög óhefðbundin. Hún er í sjálfu sér ekki mjög óskýr, það er tiltölulega auðvelt að átta sig á hvað er á hverri síðu, en hún hefur ekkert heildar útlit, eins og sjá má hér. Hér eru nöfn á síðunum og ég ætla að fara hérna inn á ritstörf og þá sé ég að hún lítur svona út. Ég ætla að fara hér og finna einhver aðra síðu, pop, þá lítur hún svona út. Þannig að það er ekkert heildarútlit á síðunni. Til að gera á vefsíðu er mikilvægt að hún sé skýr og læsileg. Huga þarf að markhópnum sem vefsíðan á að höfða til og reyna að velja útlitið á síðuna með það í huga. Hafið útlitið einfalt og læsilegt. Textan þarf að vanda og er mikilvægt að hafa stafsetningu og málfar í lagi. Aldrei á að setja punkta eftir fyrirsögnum. Ef við förum hér inn á mbl.is þá sjáum við hér fyrirsögn, meginmál, fyrirsögn, meginmál. Sjá hér ef við skoðum síðuna og skrunum hér niður, þá er hvergi punktur eftir fyrirsögn. Svo má einnig benda á hér að hér er fyrirsögn og meginmál og það er ekki sama leturtegundin. Það er mjög algengt að það sé þannig og fer vel á því. Margar leturtegundir á sömu síðu eru ekki æskilegar og getur skapað mikla óreiðu á vefsíðunni. Gott er að miða við það að hafa einungis 2 leturtegundir á vefsíðu og í einhverjum tilfellum er í lagi að hafa 3 leturtegundir, en helst ekki fleiri en það. Litasamsetning er einnig mikilvæg. Þetta eru dæmi liti sem passa illa saman. Að setja rauðan text á bláan grunn er eitthvað sem er mjög erfitt fyrir auga að lesa, eins sem er rauðan grunn og gula meginmálsteksta. Almenna reglan er sú að ef notað eru dökkur texti þarf að vera ljós grunnur og ef notað eru ljós texti þarf að vera dökkur grunnur undir. Hér erum við komið með sömu liti en nú eru þeir í fyrirsögnum en ekki meginmáli. Eins og þið sjáu þá lítur þetta töluvert betur út heldur en þegar þessi litir voru notaðir í meginmáli. Þó rauði og guli liturinn passi mun betur saman en sá rauði og blái. Þegar grunnur er settur undir texta er mjög mikilvægt að hafa letur og grunn í litum sem passa vel saman svo auðvelt sé að lesa textan. Aðalatriði sem hafa þarf í huga við vefsmíðar eru útlit og læsileiki vefsíðunar. Þó að auðvitað sé það einstaklingsbundið hvað fólki finnst þægilegar og góða vefsíður þá má segja að læsilegu texti og einfalt skipulag sé grunnurinn að góðri vefsíðu. Þá er þessari kynningu lokið, takk fyrir og gangi ykkur vel með vefsíðun ykkar.